Þetta var eins og að vera Palli einn í heiminum. Að standa þarna neðanjarðar í Varsjá, í kulda og trekk og bíða eftir járnbrautarlest frá Kaliningrad við Eystrasalti. Ég hafði ferðast yfir haf og lönd til þess að fundar og var ósofinn og alla staði illa fyrir kallaður. Koma þá ekki ljós, birtast þá ekki ljós í jarðgöngum lengst í burtu og lestin frá Kaliningrad, brunarinn og stöðuna. Þá er Palli ekki alveg lengur einn í heiminum miðanótt neðanjarðar og dyr opnast, enginn kemur út, bara ekki kjaftur. Svo fara járnbrautastarfsmenn að veifa flöggum, flauta í flautur og þá loksins birtist ung og fögur kona með ferðatösku en aðalega með stírurnar í augunum. Hún hafði sofnað og næst því búin að sofa af sér þetta stopp. Fjallins bara í faðma og þökkuðum fyrir síðast sem var í Bayreuth, en þá hafði þessu unga greinda fallega kona og velmenntaða verið aðstofamaður Palla við að setja upp óperu Þorkels Sigurbjörnssonar Böðvars sem heitir en Grettir. Já, í Bayreuth. Hún var þar við háskólanám. Nú við áttum hérna pínlitlu samverustund, skulum við segja, svona miðað við aldur sólkerfisins, og fórum út í að labba, þess að sagtir, fórum í göngutúr og töluðum svo mikið saman að við vorum alveg óstöðandi, þurftum að tjá mikið hugsanir og kannski tilfinningar, ég veit það ekki. Og við villumst í Varsjá og þá gerir þessi kona, Renuta Peskova nafni, sér lítið fyrir og ávarpar vegfaranda og spyr til vegar. Og ég var nú alveg gáttaður. Ég vissi hún talaði tékknesku og ég vissi hún talaði þýsku og ég vissi hún var eitthvað að stúdera frönsku, en að hún kynni pólsku, það kom eiginlega flatt upp á mig. Ég var svona auðtrú, en þá hafði hún reyndað bara að tala við viðkomandi vegfaranda á móðumáli sínu, tékknesku. Málin eru skyld með öðrum málum. En sem sagt á þessu sprángi okkar stræti í Varsjá, þá er ekki þverfótandi fyrir auglýsingu stór fáni fána sem héngu á símastöðurum alla miðborgina. Gríðarlega stórt og stórir, og á þessum fánum stóð The Pianist, frumsýning. Og þá var komin hinn mikilfenglega mynd, The Pianist,
byggð á bók sem kom út nokkrum árum áður, ef ég man rétt. Jú, það er rétt. Atli Heimir gaf mér eintak af henni einhvern tímann. En hún sýnir og lýsir því þegar tveir brjálæðingar, annar úr austri og hinn úr vestri, þramma yfir Varsjá og leggja hann í rúst jafnana í jörðu, seinni heimsstyrjöld. Nema þar var píanisti einn sem hélt áfram að spila í útvarpi svo lengi sem hægt var útvarpa og fór svo flandur borgin að leita sér að einhverju ætilegu. Það er annað mál, að svo komnu. Síðan kveð ég Reynatu með faðmlagi á sama stað og Palli var aftur einn í heiminum. En hún fór til Varsjár og þaðan til Liberec, þar sem hún ólst upp. Þetta er nú bara upphafið eða annar kapitúl í langri sögu. Síðar gengum við í hið heilaga og svo eignuðust við son. Hann var nefndur Jóhannes, elsku strákurinn minn, og hann er bara 10 ára núna. Bara, það er alveg hellingur og er alltaf að spila Beethoven og Mozart og svoleiðis kalla og getur aldrei látið píanó í friði fara ef hann kemst í tæri við svoleiðisapparat. Það verður gaman og sérkennilegt ef svo færi eða fer að hann spili fyrir mig Chopin einhvern góðan veðurdag. Það gæti nú farið svo. Og þá staðfestist það sem mér datt í hug fyrir skömmu að allir fánaborgir í Varsjá hefðu verið fyrirboði Jóhannesar. Og halleluja, dýr sé drottni. Ég segi þessa sögu af ýmsum ástæðum, aðalega vegna þess að hún breytti lífi mínu og af augljósum ástæðum og líka hinu að ég hef búin að sjá mynd og tala texta undir hana sem ég sagðist halda að væri mynd frá Krakow, heimaborg Pendereckis. En hann vildi til að ég hef komið til Varsjár í ýmsum erindagjörðum mörgum sinnum og ég segi frá því hér á eftir. Þetta er sem sagt eins konar formáli eða heldur leiðrétting á því sem ég segi hér á eftir. Þegar ég sá þessa mynd og átti að fara að tala hana og ég talaði inn á segulband og það kemur hér á eftir, eins og ég sagði, þá hélt ég að þetta veri Krakow. Og það má vel vera þetta sé Krakow. En ég veit það ekki, en þetta geti líka verið Varsjá, þessi mynd. Og það helgast því að einu sinni því ég var þar á ferð, þá datta í mig að ganga aðalgötu Varsjár og enda og gá hvort ég fyndi ekki því svo kallega gettó, þar sem gyðingur var safnað saman og þeir síðan fluttir á næsta bæ sem hét Auschwitz. Og við skulum ekki tala það
að þessu sinni. En það var kolnaða myrkur og engin leiðsögumann með mér. Ég gekk bara þetta breiðstræti eða breiðgötu á enda og ég man ekki betur en að ég hafi rekist á okkar skilti og þar stæði eitthvað og þá leið að þetta væri inngangurinn að gettónu. En það voru líka gettó í Krakow, svo þetta er nú ekki alveg sannað. En svo man ég að ég rak augun í múrvirki sem leit út fyrir að vera niðurbrotin múr eins og kastala sem sennilega hafi umlukið þetta gettó en var nú búið að brjóta niður svo hægt var að koma á aftur á umferð og þá var ég viss að þetta væri Varsjá. En það voru líka múrar í Krakow. Svo ég er bara engu nær. Ég var bara týndur í myrkri og í hugsunum verkið sem ég varði svo mörgum árum í að stúdra og hét Auschwitz Oratorio heitir enn og er eftir Krzysztof Penderecki vinn minn. Nú get ég sagt það. En þá læt ég þessum undarlega formála Varsjá lokið og við snúum okkur að pólskum stjórnanda þá næst að þessari umdelanlegu mynd og svo kemur loks niðurlag þangar mínir. Njóti vel. Nei, ég má ekki gleyma einu. Í blá endan kemur svo verkið hans Atla Heimis, opus eiginlega 1,5 kannski, sem heitir Hlými. Þessi verk sem að ég stúderaði samhliða Auschwitz Oratorio eftir innlenda höfunda sem voru saman þarna á þessu tímabili, 60-65, skulum við segja, Flögt eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Adagio fyrir flautu, hörpupíano og strengjasveit eftir Jón Nordal og Hlými eftir Atla Heimi Sveinsson. Þetta eru 3 af 8 virglum mínum. Og enn bæti ég við. Má ekki móðga reynutu. Hún talaði náttúrulega Oxford ensku við mig því ég kynntist henni. Og nú talar hún íslensku reiperandi. En ég hætti hér að tala út frá þessari mynd og sný mér á næstu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé vinur minn Bótan Wodicko. Það stjórnaði háskólabíu og grípað möðu sér. Ég veit ekki af hverju. Þessi maður var snillingur. Hann komst til æðstu metorða í einni mestu tónlistarþjóð Evrópu, Póllandi, og var óperustjórinn í Varsjá. En rökklast svo hingað norður vegna veikinda og vegna þess að hann þorði að segja skoðanir sínar, var sjálfur sér samkvæmur og það þoldu kommarnir ekki
og losuðu sig við hann. Og því kom hann hingað. Og þetta maðurinn sem ég ólst upp við á pallinum í Háskólabíó og satt 10 hljómsveitar æfinga undir hans stjórn út í sal í myrkrinu, eins og ég segi alltaf, og lét fara lítið fyrir mér. Hann var hár og spengilegur, langar hendur, fínlegur, ekki fallegur að sjá, vaskareittur og hafði hvassa brúnir og nef. Hann gat stjórnað öllu mögulegu. Og hann gerði það miklu betur heldur en þessi hljómsveit sem hann var með í höndunum gat nokkuð tíma spilað. Og sem ekkert óeðlilegt. Hljómsveitin var ung þá, 1960, hún var ekki með 13, 14, 15, 16, hún var unglingur. En hann var fulltíða maður, lífsreyndur og hámenntaður. Hann markaði afmáanleg spor í huga minn. Þó Dr. Robert hafi markað mig ennþá meir vegna þess að ég lærði hjá honum, en ég lærði aldrei hjá Bótan. Ég var ungur til þess. En ég viss mann hefði kennt mér ef ég haft ræna á að spyrja hann, því að hann var blíðlyndur. Og ég man eftir mörgum tónverkum sem ég heyrði hans stjórna og þá í fyrsta sinn á ævi minni sem ég heyrði þau. Ég hef komið í óperuhús Bótnavotitsko í Varsjá og ég hef fengið til að stjórna tónleikum til heiðurs honum í Varsjá. Ég átti þá hugmynd sjálfur og komin á framfæri við rétta aðila að hann segir sérstaklega getið við heimsókn forseta Íslands til Póllands. Ég man nákvæmlega hvernig það var. Það var daginn sem Pólland gekk í NATO. Og svo getur menn flett því upp. Og ég stakk jafnframt upp á því að fluttir verkið það fluttir verk Alla, það án eins gott að muna hvað það heitir, og það verður innan fyrsta skipti sem það var flutt, því að flutningurinn á því Hótel Sögu, Súlnasal Hótel Sögu undir stjórn höfundar var meir og minna, nánast grípaleikur, sagði Atli. Menn voru ebagogg og svoleiðis, þótti þetta einum of framúrstefnulegt. Verkið sem umræðir heitir Hlými og hálftími af einhverjum undarlegum impressionisma og að hugsa sér að þetta sé fyrsta stóra verk eins höfundar hreint með ólíkindum. Að sjálfsögðu hefur Sinfóníuhljómsveit Íslands aldrei látið sér þetta í huga að flytja Hlými og má skamma sín fyrir það eins og svo margt annað. Og líku þar með spjalli Bótanema frú Bótnavotitsko var viðstödd tónleikana. Já, það var Radio Philharmonic Orchestra of Pólland sem var að ræða sem ég stjórnaði og flutti Hlými fyrir forseta Íslands og raunverulega í boði forseta Póllands sem var að halda upp á heimsókn íslenska NATO
fulltrúans af heimsókn hans. Að láta þá þessu lokið og hvað allir komið næst. Það var nú gaman að skoða það. Já, þetta getur ekki verið annað en þannig það. Ég þarf að hugsa mig Er þetta Kraká? Segir mér það. Það er best að fá sér kaffisopa. Þá hef ég fengið með kaffi. Síðdegis kaffi. Ég var eitthvað að þvarka NATO og bóta á Ditsko, ég var staddur í Póllandi. Ég hef gælt við þessa mentorana mín í huganum og þakkaðum og bugta mig og beygt frá því ég var unglingur og til dagsins í dag. En ég hef aldrei raðað upp, hvorki tímaröð eða aðraröð og aldrei nefnt þá í sömu andrá. Svo að kaffi sagði mér að ég þyrfti nú að fara að koma skipulagi á þetta mál. Og þá gerði ég það við kaffibollan. Og við erum ennþá að horfa mynd af sem ég tel sé tekin í Kraká. Við komum með því síðar. Sko, bara til öryggis ætla ég núna að nefna mentorana mína í tímaröð, í þeirri röð sem ég kynntist þeim. En gera á engan hátt upp á milli þeirra með því. Þeir jafn mikilvægir mér aftur á bak og áfram. Því svo ég endi líf mitt með að þylja nafn þeirra upp yfir sjálfu mér, svona til öryggis, svo ég komist alla leið, eins og Dante forðum. Niður og upp. En hann hafði bara einn Virgil í eintölu. Ég fór að hugsa yfir kaffinu, hvernig skildi það vera í fleirtölu? Svo ég ákvað bara sjálfur að það veri Virglar. Næst fór ég að hugsa þessa mentora mína og ef það væri bara einn þá það mentor, en ef það væri tveir ég að kalla þá mentora og svona áfram, fram eftir vegum og vegleysum. Svona virkar minn hugur, hann kann sér engin takmörk, alls engin. Ég hef átt marga mentora og í þeir fyrir að kíkja á þá og nefna þá í fyrsta sinn á ævinni upphátt eins og núna. Það minnst að kosti 2 dottermíðilskips og bryggju, hvað aldrei skildi verið að hafa. Svo ég byrja på nýtt og segja að virglarnir mínir séu móði mín, Álfheiður Laufey Guðmundsdóttir, faðir minn, Emil Björnsson, sér Emil Björnsson, í þriðja lagi Jón Nordal,
sem ég kynntist og hitti þegar pabbi leiddi mig á skrifstofu hans og til fundar við hann þegar ég var 12 eða 13 ára og hefur fylgt mér æ síðar. Fjórði Virgill minn og þá í tímaröð Þorkell Sigurbjörnsson. Hann fylgdi mér nú bara nánast til dauðadags. Þá kemur Atli Heimir Sveinsson. Við vorum svo hundur og köttur eða kærustupar ýmist en alltaf vinir og tókumst á þetta og hitt og þess og hina, bæði innlenda og erlenda listamenn. Þá eru konur, þá er komin fyrsti Virgill, Álfheiður, annar Virgill, Emil, þriði Virgill, Jón Nordal, fjórði Virgill, Þorkell, vinur minn, fimmti Virgill, Atli Heimir, sjötti Virgill, Dr. Robert Abraham Ottosson og síðan koma tveir að utan. Já, Dr. Robert var augljóslega gyðingur að uppruna og næsti Virgill heiti Tómas Baldnir, hann var líka gyðingur samkvæmt ritúalinu. Og loka Virgill minn sem leiddi mig inn í Paradísó hét Leonard Bernstein. Þá hef ég loksins nefnt þessa virgla mína, þessa mentora mína sem hafa fylgt mér eða fylgdi mér frá því ég kynntist þeim og þangað til þeir í mig stóu. Og þegar ég hugsa út í það, sem ég heldur aldrei gert, að þá þótt undarlegt sé að þá er Virgill minn, Jón Nordal, sem er fylgt mér alla ævi, enn á lífi og eini Virgillinn minn sem er á lífi. En þann dag í dag. Nú, Virgill rímar við svona hálft í hvoru við engil. Þetta eru englarnir mínir sem ég hef lært mest af, sem hafa gefið mest af sér. Og þeim þakka ég öllum og mun aldrei gleyma þeim. Lífseðliðnum. Svona vex leikur af litlu. En við erum í Kraká, eða Krakow. Svolítið merkilegt með það, þá borg. Þrennt sem kemur upp í hugan. Fyrsta lagi er hún steinsnar frá Auschwitz, fangabúðunum. Í öðru lagi er hún steinsnar frá Tékklandi, þaðan sem Renata er ættið og sonur minn þar að leiðandi Jóhannes líka. Og í þriðja lagi er Kraká, ef marka má Pólverja sjálfa, hýsir Kraká elsta háskóla Evrópu og ég treysti mér ekki til dæmi hvort það sé rétt eða rangt. En eftir ég hitti Penderecki, Krzysztof Penderecki persónulega hér á Íslandi og var gerður að leiðsögumanni hans í eina viku frá morgun til kvölds,
hann kom hingað með farþegaþotu fulla af pólskum tónlistarmönnum, bæði hljómsveit og kór, að þá gerist það fyrir utan Bessastaði í kveðjuhófi að Penderecki segir við mig það bil sem að hann stígur upp í rútuna: viltu ekki koma til Póllands og heimsækja fyrstu Penderecki hátíðin í Kraká? Og ég man ekki hvað ég sagði, en all heimi stóð við hliðina á mér og sagði: heyrðu, við reddum því. Og þannig Atli var nú ekki lengi að hugsa svoleiðis, hugsaði mér. Og svo hafði Atli heimisamband við sitt ráðuneyti og Penderecki við sitt ráðuneyti, og áður en ég vissi að var ég komin til Kraká. Ég skrifaði lang grein þá heimsókn í Morgunblaðið. Allt sem ég hef sagt hér í þessu spjalli mínu, blaðalausa spjalli, hefur komið fram í Morgunblaðsgreinum mínum. Ég byrjaði að skrifa Morgunblaðið þegar ég var 21 árs eða það bil, fyrir orð Jóns Nordals, Atli Heimis, Þorkels Hufssonar og Matthíasar Jóhannesson, að minnstakosti. Og ég hélt þeim skrifum áfram alveg fram á 21. öld. Og skrifaði þá bara það sem ég datt í hug, eða það sem ég var ofalega beygju hugað mér. Og þar ég sendi inn langa grein þessa fyrstu Penderecki hátíð og heimsókn Pendereckis til Íslands, og gerði hana síðan að inngangi í doktorsritgerð minni Auschwitz Oratorio Pendereckis. En það var að segja margt fleira Kraká, heimaborg Pendereckis. Já, hann reyndar fæddist ekki þar, en hann starfaði þar. Að erkibiskupinn í Kraká var síðar páfi, þeir voru einkavinir, skulum við segja, var síðar páfi og hét Jóhannes Páll. Þar með var Penderecki kominn orðinn innsti koppur í búri í kaþólsku músikkirkjunni. Og fólk getur lesið sér til það og fleira í þessari Morgunblaðsgrein. En ég get líka getið þess að því ég man alltaf að fara að segja anskotan, að ég man allt mögulegt, að þetta gerist allt vegna þess að Jón Þórarinsson, einn af fyrstu kennurum mínum í tónu, ég held að hann hafi verið í einhverjum aflýsingum fyrir Fjölni, annars var hann að starfa var hann þá nýbyrjaður að starfa í sjónvarpinu eða það byrja að hefja störf þar. Hann var í Kaupmannahöfn og heyrði pólsku sálumessu Pendereckis undir stjórn höfundar og skrifaði greinum messuna í Morgunblaðið sem var full af hrifningi, og hann satt þá líka í stjórn listahátíðar og sem var aftur til þess að reynt var að fá Penderecki til að koma og stjórna þessu verki sem hreif Jón Þórarinsson svo mjög. Og það var allt úr og kom bara heil þota. Ísland og Pólland lögðu saman 1 + 1 og úr urðu 2 og mikið uppistand í Háskólabíói, hróp og köll. Ég gleymi því nú seint. Því eins og ég sagði á hann, þá var ég aðstofamaður Pendereckis
dag og nótt og segi frá dögum og nóttum í þessari opnu grein minni heimsókn Pendereckis til Íslands. Ó já, ó já. Þar tala ég líka það sem að Penderecki sagði mér Auschwitz frá sínum bæjardyrum og glæpaverk nasista í Kraká á stríðsárunum. En nú fell ég niður tal Kraká. Það var ógalimlegt að hljóðrita Hlými í glæsilegu stúdíói Radio Póllands með yndislegum hljóðfæraleikurum og með dásamlegan hljóðmeistara, tónmeistara eða hvað við viljum kalla hann á bak við mig. Hann las hugsanir mínar og samvinnan var í alla staði mjög ánægjuleg. Þetta var svo fæðing. Verkið hafði í raun aldrei verið spilað. Það hafði lent í einhverja hakkavél, vondra aðstæðna á Hótel Sögu með hljóðfæraleikurum sem sumir hverjir, nota bene ekki allir, litu á Hlými ekki sem tónverk heldur, sem skemmdarverk og brugðu fæti fyrir flutning þess. Og það tók nú reyndar allir undir það. Nei, ekki allir. Salurinn var fullur af forvitnu fólki. Það heyra hvað Atli Heimir Sveinsson hinn ungi hefði fram að færa og menn aldrei svo vant eins og reyndar á fundum Músíka Nóva létu í sér heyra eða var misboðið á einhvern hátt. Þetta voru svo heilagar kýr, þessi sauðsvarta borgaralega stétt sem að kallaði sig tónlistar unnendur með stóru T. Ég nú ennþá reiður út af hvernig farið var með Pæk og það fólk alls saman í Lindabæ á vegum þegar Músíka Nóva setti þar upp tónleika og hvernig þá var skrifað af hinnum sauðsvarta borgaralega almenningsáliti og eins það með Hlými. Svo mér var það sönn ánægja, ef ekki bara skylda, fannst mér, að leiðrétta það sem að leiðrétta þetta allt saman og því lagði til að þetta verk hljóðritað í Póllandi með almennilegum fólki í almennilegum tækjum. Og það var farið yfir hvern einasta tón og hann slípaður. Við gáum okkur eins mikinn tíma og ég kærði og mér var hlýtt. Þau skynjuðu strax að nú átti að gera
eitthvað ægilega vel við þetta verk. Og þeir hljóðfærleikararnir kunna að meta það. Og upptaka henni var lokið held ég bara sveimið þá 3 eða 4 dögum. Þetta var lúxus. Ægilega lúxus. Og svo spiluðum við þetta verk í móttöku forsetana Póllands og Íslands daginn sem Pólland gekk í NATO, eins og áður var sagt. Það er best, ég ætla að fara að segja eitthvað verkið, en ég hættu við það. Jafn skyndilega og mér datt í hug. Því að ég vil að fólk upplifi það og undrist það eins og gott leikhús. Í góðu leikhúsi veit bara aldrei hvað gerist næst. Það láti ykkur ekki bregða góðir hálsar. Þetta er undurfagurt verk og gæti verið eftir Debussy. Njótið vel.